Já, þögnin. Það býr margt í henni. Ég hef oft hugsað hér í mínum háa trjágarði hví fuglar steinhætta að syngja í trjánum og kallast á miðjanætur í myrkrinu. Hvað þeir að hugsa eiginlega? Er verið að hvíla raddböndin kannski? En svo þegar sést glæta á austurhimni, heitir það ekki afturelding? Sérstaklega heitir það ekki afturelding sérstaklega? Þá heyrist fyrst tíst, eitt tíst og svo heyrist annað tíst og fyrr en varir tístir bara allt. Og svo fara fuglarnir að kallast á og syngja langar aríur og oratóríur og gleðja mann innilega, sérstaklega ef maður á fótum horla dags að sjálfsögðu. Já, þögnin merkilegt fyrirbæri. Ég held að hún sé eitthvað merkilegasta fyrirbæri sem ég þekki. Og hugsandi fólk kann sérstaklega meta hana. Tökum nú nokkuð dæmi. Það þegar unnið að höfuðverkum. Ég hef aldrei heyrt af píanóleikara til dæmis, svo tek ég nærtækt dæmi, sem með fjölmenni nálægt sér þegar verið að stúdera tónverk og æfa þau. Í öllum tónlistarháskólum heims og öllum heimilum og allstaðar sem verið menn að æfa sig á hljóðfæri. Þar vilja þeir vera einir og rjúfa þögnina þegar þeir eru búin að skoða nóturnar og hita sig upp og fara þá að spila einstaka strófur og huglega þær og hvort það mætti ekki spila betur eða öðruvísi eða hvað vakti fyrir tónskáldinu. Allt þetta gerist meira og minna í þögn. Menn taka ekki upp blúður og byrja að blása í hann eins og vitleysir menn.
í 3 tíma og pakka svo niður og segjast þeir eru búin að undirbúa sig fyrir æfingu. Það bara gerist ekki þannig. Og svo við höldum okkur við tónlistina, nefnum þá hljómsveitarstjóra. Fæstir vita segjast ekki vita til hvers þeir standa á pallinum og pota út í loftið. Maður hefur heyrt á athugasemd oft á mörgum. En við skulum taka þetta dæmi aftur á bak. Áður en hljómsveitarstjóri getur farið að pota út í loftið á tónleikum, liggur á baki að minnstakosti 1 vika af æfingum með hljómsveitinni, þar sem hljómsveitin og hljómsveitarstjórinn vinna saman að því að móta verkið sem á að fara að spila. Og þá er stundum talað, stundum spurt, stundum bara spilað. Nú ef að koma upp einhver vafamál, þá er spjallað saman, sem minnir mig á eitt atvik. Einu sinni segir bassaleikari þegar verið var að æfa annan þátt, annar sinfoníu, 3. þátt, annan en 3. Nei, 3. Það skiptir ekki máli. Segir hann að því að sá kafli byrjar á bassaspileri, byrjar reyndar á pákuhöggi, það er annað mál, en svo koma langir tónstigar með öllum bössunum og svo taka sellóin undir. Og þegar það sem var verið að æfa þetta, þá segir fyrsti kontrabassaleikari réttir upp hönd og biður áheyrn á æfingunni og segir hvort á að spila þetta upp eða niður. Það er að segja á að byrja á niðurstrokki og svo uppstrokki og svo framvegis. Þá segir hrökk út mér, hvorugt. Og þá var nú svolítið hlegið. Nú hvað þá, sagði bassalekarinn og hann var bara orðið nokkuð ánægður með sig. Það var sett hljómsveitarstjórann svona rækilega upp gat. Það var sagt, segir hljómsveitarstjórinn, þetta er pizzicato, vinur minn. Já, ég sé það núna, fyrirgeðu, afsakaðu. Og þá var þá hló þingheimur sömuleiðis. En pizzicato því það strengindi skulu plokkaðir eða í þá tóað, eins og svo oft í bassaleik, ekki síst hjá jazzleikurum sem að plokka alveg á sig gati yfirleitt, taka upp bógan af og til og þá vallaði það. En höldum áfram söguna. Þessar æfingar yfir svona 3 tímar á dag eða 3,5 eitthvað slíkt, alveg
gjörvalla heimsbyggðina hefjast oft á mánudögum og svo er aftur þriðjudegi, miðvikudegi og fimmtudegi og þá eru tónleikar kvöldið. Eða allavega þetta svona mjög víða og þar meðal á Íslandi. Og hvað gerir hljómsveitarstjórinn á milli þessar æfingar? Jú, hann fer sér náttúrulega í gogginn, fer svo inn á hótelherbergið sitt og lokar að sér og situr í þögn og rifjar upp æfinguna eða æfingarnar og hugleiðir hvað betur mætti fara í algjöru þögn. Því að ef það er útvarp í gangi eða einhver hávaði þá truflar það einbeitingu hljómsveitarstjórans. Svo kemur hann daginn eftir og segir við getum til að spyrja þig að laga þetta og þetta og þetta og þetta og þetta frá því í gær. Eða til dæmis. Svo er þetta að gera það kannski seinna á æfingunni. Þannig að það er ekkert gaman að byrja æfingu á einhverju högti. Bara spila til að koma liðinu í gang. En þetta er nú svona. En ef við höldum áfram að fara aftur á bak, hvernig undirbýr hljómsveitarstjórinn sig? Áður hann flýgur til viðkomandi lands eða ekur eða hvernig sem það er. Hvað gerir hann? Hann situr heimi á sér við skrifborð og liggur yfir nótunum og greinir verkið. Þetta geta verið 2 blaðsíður eða 3. Þetta geta líka verið 800 blaðsíður eins og sæmileg ópera. Sumir halda að hljómsveitarstjórar hamri þetta alltaf á píanó, en það er bara ekki svo. Þegar píanó er ekki hljómsveit. Píanó getur aldrei orðið óbó, það getur aldrei orðið málmblastursljóðfæri. Af því að leið og menn eru að undirbúa sig og skoða og hlusta innra með sér, þá verður það að greina verkið í aðalatri, aukaatri og baksviðs og skrautatriði. Stundum er þessi könnun og greining meðvituð, stundum er gerist hún jafn meðfram öðru. En fyrir að síðu kemur að greiningunni. Oftast er hún fyrst. Hvað tekur góðan hljómsveitarstjóra marga daga að læra svona 800 blaðsíðna doðrand? 3 klukkutíma sýningu, óperusýningu. Tekur að 1 dag eða 2 eða 3 eða kannski 1 viku eða 2 vikur eða 3 eða 1 mánuð, 2 mánuði, jafnvel 3 og svo mætti lengi spyrja. En aðalatriðið er að þetta gerist allt í þögn.
þessi undirbúningsvinna. Sumir hafa skoðað tónverk einhvern tímann í skóla og svona kannast við það. Ég man til dæmis eftir því þegar ég fór í gegnum Toscu til dæmis, óperur eftir Donizetti og Mozart og fleira í mínu háskólanámi ásamt kennara mínum, Brian Bolkwell, sem var nú aðaldirigent Covent Garden óperunnar til fjölda ára. Það segir meira frá því síðar og honum. Þannig að þegar kallið kemur óvænt, einhver forfallast og það vantar hljómsveitarstjóra, stundum með dagsfyrirvara, að þá ríðum maður bara á vaðið. Að því að maður búinn að kynna sér viðkomandi tónverk í hljóði heima hjá sér við skrifborð. Kannski í háskóla eða, já, oft það þannig. Maður lærir repertoárið eða maður kynnist repertoárinu í skólanum. Og því lengur sem maður situr við í skóla, því fleiri tónverk hefur maður á verkefnaskrá sinni og getur undirbúið með skömmum fyrirvara sem getur verið hálfur mánuður í þögn við skrifborð. Og úr því ég tók þetta dæmi, þá get ég alveg sagt að þetta kom fyrir mig. Þá hringdi í mig þar sem ég var í Texas og beður að koma í snarhast til Íslands ef ég gæti til að stjórna óperu, af því að ítalskur óperustjóri hafði dottið úr skaftinu. Og ég hoppaði bara upp í flugvél og flög hingað heim og gekk inn í Gryfjun og stjórnaði þessari óperu. Það var vegna þess að kennari minn Sir Brian hafði sagt við mig: þú verður að hafa þessu óperu á Hraðbergi og nú tekur þú sumarið í að læra hana utan að. Og ég gerði það. Og það var ekkert við að spila hljómplötur og pat út í lofti samkvæmt því. Það var ekkert að glamra á píanó. Það var bara verið að hugsa. Svona eins og fuglarnir gera í myrkrinu á nóttunni. En svo þegar sést glæta sviðsljós í austri, þá setjum við bara sönginn í gang. En þetta á ekki bara við tónlistamenn, þó ég taki dæmi af þeim núna í fyrstu. Þetta á við alla menn sem sinna hugverkum. Og hvaða menn eru það? Það eru til dæmis rithöfundar, ljóðskáld. Þeir vinna allt í þögn. Leikarar lesa rulluna sína yfir fram og aftur heima á sér, löngu áður en kemur til samlestrar í leikhúsinu. Þeir þurfa að læra sinn texta, þeir þurfa að skilja hann og það er ekki gott að skilja djúbristan texta ef það er okkur rock og roll músík í kringum hann. Maður fer bara inn í herbergið sitt og lokar að sér. Þögnin er dýrmæt og það gerist margt í henni. Menn sem sinna vísindastörfum. Og ég tek nú bara persónulegt dæmi.
í þessu millispili mínu hérna. Svona kallaðu við bara intermezzo. Það verða fleiri. Intermezzo. Sonur minn sagðist ekki geta beðið eftir því að komast á skrifstofu sína við Háskólann í Stokkólmi til þess að byrja að reikna og hugsa einn og yfirvegar einhverja vísindagrein sem hann hefur verið að vinna lengi og alltaf skrifa hana í þögn og lesi hann yfir. Og nú hef ég bara nefnt listamenn. Það er prestar steinþegja með semja ræðurnar sínar. Stjórnmálamenn steinþegja með lesa yfir lagadrög og skýrslur og svo framvegis. Og ég held ég sé búin að drepa þetta mál með útskýringu. Þetta hljóta allir að skilja, þegar ég vona það. Ég nú svo snemma á ferðin í dag, það heyrist ekki einasta píp. Ekki ennþá. Árrisull. Hvað ætli fuglarnir séu að hugsa? Veldi ég fyrir mér. Eða þau bara að hvíla raddböndin? Og þá held ég geri það líka. Já, ég nefndi kontorinn, þann sem ég sitt nú á og í og á margar minningar héðan. Það gerst margt og mikið hér. Og sumt var skemmtilegt og dásamlegt, annað sorglegt og erfitt. Og til að varpa ljósi á þau orð ætli ég að segja eftirfarandi sanna sögu. Það er sunnudagur. Og Gummi vaknaður snemma árla morguns eins og alltaf og fer niður á kontór. Mér leiddi svo að bíða eftir að fólki vaknaði í húsinu og sérstaklega leiddist mér sunnudagsmorgnar. Svo ég fór sem sagt niður á kontór eins og hét og fór að æfa mig á orgelið. Á dauða mínum átti ég von, en að heyra skyndilega knúið harkalega dyra í forstofunni. Og ég bregst við og opna út í dyrnar og þar stendur maður, svona fremur hokinn og eitthvað þreytulegur þótti drengnum. En fyrirvaralaust kemur þessi athugasemd: ég heimta skilnað og ég heimta skilnað nú þegar. Má ég tala við prestinn?
Presturinn sefur nú. En ég heimta skilnað, ég vil fá að tala við prestinn, nú þegar. Já, býttu aðeins augnablik, eða ég hugsa ég hafi sagt, býðið þér aðeins augnablik, því að ég kunna þéra. Það þéruð allir prestinn og eiginlega bara fólk allan bæ. Það var þérað, alveg upp í stert. Og ég skokk upp á loft, foreldrar mínir eru sofandi og ég vek fyrst pappa og svo mömmu og segi, það er maður fyrir utan hús sem að heimta skilnað, hvað sem það þýðir. En hann vil fá að tala við prestinn. Og þau fara bæði á fætur og í klæða sloppum sennilega. Og pabbi kemur niður og ég undan. Vildi náttúrulega fylgjast með öllu, forvitinn. Og opnar útidyrnar og ég heyra hann segir, nei, blessaður og sæll Pétur minn og vertu velkomin í mín hús. Og komdu með mér inn á kontór. Við skulum tala saman. Og þangað var haldið. Og pabbi lokaði eftir sér. Og þá heyrði ég ekki meir. Því að kontórin var hljóðinn og angraður. En mamma finnir í eldhús og hittar kaffi og býr til pönnukökur og eitthvað fleira, tekur eitthvað til og ég hjálpaði henni að leggja á stofuborðið. En systkini mín sváfu svefni hinn var réttlátt upp á lofti þegar þau ekki áður vör við neitt. Og ég spurði nú mömmu hvað væri eiginlega að segja á sunnudagsmorgni. Hún vildi ekki tjá sig það. Hún segi, þú skal spyrja pappa þinn það. En þegar klukkan er orðin, já, allir, það hefði ekki verið svona 9:30 og þeir kumpánar búin að spjalla saman í, 2 klukkutíma. Þá sá móður mín sér ekki annað fært en að knýja dyra á kontórnum og þá heyrði hún sagði, sæll Pétur minn og velkomin í mitt hús og okkar. Gaman að sjá þig. Ég ætlaði að bjóða ykkur félögum í kaffi, morgunkaffi. Og þá tók pabbi undir það og sagði, já, það var nú fínt. Og svo var farið með Pétur inn í stofu og borðstofu og hann þurfti nú aðeins að styðja hann kallgreið og sest við stofuborðið. Svo kom kolsvart kaffi og pönnukökur með rjóma og sultu og alles. Og þar var drukkið og spjallað í klukkutíma. En þá segir móðir mín, jæja, Emil minn, nú þarft þú að drífa það á stað, þú ert að fara að messa klukkan 11. Og
en snýr sér síðan að Pétur segir, þeirri Pétur minn, mér sýnist þú verið eitthvað þreytulegur. Má ekki bjóðar að leggja þig hérna í sófan, svo keyrum við bara heim áður en við höldum til messunar. Og Pétur stóð upp, saddur og glaður og lagðist í bláa sófan okkar, mjúka og fína, og mamma breiddi yfir hann ullateppi og hann sneri sér bara út í hótn og steinsofnaði. Svo var stokkið til og alla græður tekna með, hafa farið að leita kraga sem var nýkomin úr presskraganum, sem var nýkomin úr hreinsun, og hann fannst og annað tilheyrandi, og mamma hafði það til síðs að segja, Emil, ertu með ræðuna? Nei, ég er ekki búin að skrifa neina ræðu, ég ætlaði að gera það í morgun, en ég er með svona punta í höfðinu, hafði ekki að gera því. Svo var haldið til guðþjónustu klukkan 11, en ég settur til að gæta þessa Péturs og læddist bara á kontor og spilaði þar eins látt og ég gat og orgelið, og gæði svo inn í stofu til að fylgjast með honum, og hann svaf og svaf, svo ég held bara áfram að spila. Hann hefur sannlega dreymt himnaríki undir þessum sálmaspilleri í mínu. Svo komu hjónin heim rúmlega 12 og enn sefur Pétur. Þessi sem vildi skilnað. Nei, sem heimtaði skilnað. Og hann svaf og svaf og svaf. Þar til móður minni þótti nóg komið og vakti hann klukkan 3 og sagði, Pétur minn, jæja, nú er ég komið með þessar fínu kökur á stofuborðið. Komdu nú og skemmt okkur með samtali og hérna, svoleiðis. Og Pétur rís upp eins og bara nýr maður, gengur óstuttur af borðstofuborðinu og reytir af sér brandarana. Þangað til að hann segir, jæja, nú ætla ég nú bara að koma mér heim, og hann pantaði leigubíl og fór bara heim. Og þá var ég orðinn orðlaus, blessað barnið. Svo ég segi við föður minn, hvað í óskopunum gekk á hér í allan morgun? Akkur var Pétur að biðja skilnað? Það get ég ekki sagt ykkur með minn. Það er trúnaðarmál milli safnaða bars og safnaða prests. Trúnaðarmál. Já, þá lærði ég það orð, en ég lærði ekki hvað skilnaður var fyrir seinna. Já, ég nefndi stofuna. Hún var líka vettvangur mikill atburða. Það var nefnilega þannig að móðir mín var söngkona eins og heitir á íslensku og á besta aldri og var alltaf að æfa sig hérna heima með píanóleikurum.
Þar kynntist ég píanókennurum mínum. Það var að segja Hönnu Guðjónsdóttur, móður Fjölnis Stefánssonar og Stefáns sem að vera einn af stofnendum tónlistarskólans í Reykjavík. Voru þeir ekki kallaði postular. Hann var flinkur píanóleikari og hér var allt sungið. Til dæmis íslensk sönglög eftir Kaldalóns náttúrulega, Emil Thoroddsen, Bjarnar Þorsteinsson, Sveinbjörn Sveinbjörnsson og Jórunni Viðar, frænku mömmu og þar með frænku mínar. Og eftir Jórunni Viðar sem var frænka mömmu og þar með frænka mín, ætla ég að segja. Svo komu aðrar söngkonur og þá var verið að æfa dúetta. Ég man eftir Svölu Nílsen, ég man eftir Maríu Markan, ég man eftir Sigurveigu Hjaltesteð og Sólveigu Björling. Svo einhver að sé getið og þessar æfingar fóru hér fram í stofunni og alltaf satt ég og hlustaði. Auðvitað var þetta nám. Ég bara vissi það ekki þá. Mamma söng einsöng með hinum og þessum kórum, tók þátt í óperusýningum og var þá yfirleitt í kórnum. Til dæmis man ég eftir, hún var í My Fair Lady sýningunni sem var æfið í Austurbæjarbíói og ég man að hún söng með kirkjukórum einsöng og svo söng hún náttúrulega einsöng með kirkjukór óháðasafnaðarins eða söng altarödd í kórnum eða vantaði altarödd eða söng sóprarödd eða vantaði sópran. Það var sem sagt bara allt morandi hér í músík. Seinna kom til sögunar næsti píanókennari minn og hann hét Ásgeir Bindesson. Fyrst kenndi hann mér hér heima og síðan í tónlistarskólanum. Var einu orðið sagt dásamlegu maður og alveg frábær píanóleikari. Hann æfði sig á nóttunni í Hafnarfjarðarbíói því að þar var almennilegu flygill. Ég kem kannski að honum síðar. Fyrir utan allt þetta voru svo fundir, alveg endalausir fundir hér á heimilinu. Það voru safnaðarfundir, það voru kvenfélagsfundir og bræðrafélagsfundir og allt mögulegt annað og fólki sem sótti þá var alveg ótrúlega merkilegt og stórt í sniðum og væri of langt mál að telja það allt upp.
Pabbi skrifaði bók óháða svefniðinn frá upphafi til þar til hann lauk störfum. Hafa þá verið þar allan sinn preskap. Já, ég gleymdi því. Svo þetta náttúrulega byggja kirkju og það var bygginganefnd og hann var formaður hennar. Og alltaf satt maður og hlustaði og lærði af þessu fólki. En talandi það merkilega fólk sem að sótti þessa fundi, þá ætla ég bara að nefna einn kall og eina konu. Konan var Jóhanna Egilsdóttir, verkalýðsbaráttu kona, yndislega ljúf og gáfuð. Barnabarn hennar, ef mann rétt, var Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra. Svo nefni ég Karl á borðið Andrés Andrésson, klæðskerameistara sem var í safnaðarstjórn og svo margt fleira fólk og yfirleitt var þetta fólk sem tengdist verkalýðsbaráttunni. Meira sé Andrésson tengdist henni þó hann veri moldríkur maður. Eða fólk, frjálslynd fólk sem vildi stofna sinn eigin svefnuð og reka hann og borga allan rekstarkostnað hans og þar á meðal heila kirkjubyggingu. Já, það gerðist margt á Sogavegi og ég ekki þá fann að nefna fréttamannafundina sem voru haldni hér og gleðskapi kringum þá. Margréti Indriðadóttur og Thor Vilhjálmssyni og svo framvegis. Ég verði eiginlega alveg orðlaus þegar ég hugsa allt það sem gekk á í þessu húsi. Og það ekki allir sem hefur þolað svoleiðis ágang. En foreldrar mínir þoldu hann og nutu hans. En svo leið alltaf að kvöldi. Og þá var farið að undirbúa svefninn. Hér í húsinu. Best að ljúka á því, þessum kafla á því. Alltaf að fara með bænir. Annarkvort kom pabbi inn til barnana eða mamma og fór með bænir með okkur eða sagði okkur ævintýri. Eins pabbi þegar hann hafði eitthvað svigrúm því að hann vann hreinlega eins og skepna og þau bæði. En aldrei brást það að hann tók annarkort upp. Já, það voru 2 bækur á náttborðinu hans. Það var Njálssaga og Biblían. Þær voru alltaf til staðar. En svo komu líka aðra bækur sem hann las. Og hann alltaf las hann fyrir okkur. Þannig heyrði ég Njálssögu. Aftur og aftur og heyrði föður minn hlæja
nánast upp úr svefni þegar Björn var að baki Kára eða eitthvað slíkt var að gerast í Njálssögunni. Eða þá lesnu voru kaflar úr biblíunni, kapitular sem einhvern veginn rímuðu við daginn. Já, kontorinn, stofan, efri svefnhæðin, Árvogur allur var eitt ævintýri. Og þar með lýk ég þessu tali. Já og já. Það gerðust mörg ævintýri í Árvogi. Þau eru ljóslifandi fyrir hugskotssjónum mínum. Þessa mundir gerist það til dæmis að við bræður Gummi og Bjössi eru vaktir miðanótt og beðnir að koma. Í svefnherbergi foreldra okkar. Theodóra systir, elsta systir, var þar fyrir ásamt heimilislækninum. Mamma lá í rúmi og pabbi stóð álengdar. Læknirinn segir: Jæja, kæru drengir, nú hafið þið eignast systur. Ha, sagði Gummi litli. Nú hafið þið eignast systur og hún að heita Álfheiður eins og mamma ykkar. Já, hér, hvernig þá? Við erum alveg orðlausir. Við erum ekkert áttað okkur á því að mamma væri ólétt, allavega ekki ég. Ég vissi nú ekki eins og hvað það var. Hún hefði aldrei orðið ólétt, ekki í mínu lífi. Nema hvað, við fáum að pota í barnið og ég vil halda á því og virða það fyrir okkur. Jú, þetta var stelpa, ósköp sæt, pínu lítil, með falleg augu og var alltaf að pota eitthvað út í loftið með fingrunum. Svo þegar við vorum búin að horfa á þetta undur hríð, þá segir læknirinn, heimilislæknirinn: Jæja, nú þarf að leggja barnið á brjóst og var það gert.
Og þá verði ég nú fyrst hissa. Ég hafði alltaf verið litla barni. En nú var komið annað lítið barn. Þetta var áfall. Heimsendir. Hvað ger ég nú? Fæ ég að sjá mömmu aftur? Svo voru við okkur Bjössa smalaði inn í Sörnbergi og strókið bakið og satt að fara að sofa. Viti menn, þegar ég vakna morgunin eftir þetta mikla áfall, þá kemur að ljós að ég hafði pissað undir. Það hafði ég ekki gert í mörg ár. Og ég hélt því áfram hríð. Þangað til jafnvægi komst á líf mitt. En það var óneitanlega gaman að eiga fallega litla systur. Og nú vorum við orðin 4. Það var líka gaman. Það yrði þröngt við jólaborðið. Þessar myndir var Dóra búin að næla sér í kærasta, Theodóra, eða allur glæsilegur maður, íþróttamaður og kennaranemi eins og hún, búin að næla sér í hana. Og þau bjuggu í kjallara íbúðinni. Húsið var á 3 hæðum. Og það var yndislegt að eiga svona varamömmu eins og Theodóru ef maður kom heim úr skólanum með eitthvað svangur þá eldaði hann alltaf eitthvað handa mér. Og Artúr tók alltaf sérstaklega vel á móti mér. Artúr Ólafsson, íþróttamaður og myndlistamaður, myndlistanemi á þessum árum. Og við Dóra voru náttúrulega mikli vinir og svo var ég mikill vinur Artúrs eða hann vinur minn eða við bara vinir. Og þá er erfitt að segja þá sögu alla. Því að þegar komum var hann í stofu, blöstu þar við upp alla veggi í kjallaranum, gríðarlega vandaðar eftirprentanir, litprentanir af myndlistaverkum meistarana. Og þá hófst eiginlega nám mitt í myndlist. Ég áttaði mig ekki á því þá. Ég áttaði mig á því síðar. Því að þetta gerist eiginlega á hverjum degi. Ég fór niður, hitti Dóru og svo Artúr. Hann var þá annarkvort að vinna að olíumálverki eða tústekningu eða móta í tré, eins konar tréskurðarskulptúr eða hvað sem það heitir.
næstu komni fór hann kannski að útskýra fyrir mig mynduppbyggingu þessara glæsilegu veggspjalda sem að fór út allt. Eða þá hann greip í bók í sínu mikla myndlistarbókasafni, setti á trönur, setti bókin á trönur og opnaði hana alveg frá því að, og þá blöstu við myndir alveg frá því að menn fóru að krýta veggi, frummenn yfir í hellenska myndlist og ég tala nú ekki höggmyndalist og svo áfram. Hann sagði mér að síðar að hann hefði tekið mig í fóstur og læri vegna þess að hann var þá að ljúka kennaraprófi við myndlistaskólann og þurfti eitthvað tilraunadýr til þess að prófa sig á. Hvort það tækist að útskýra fyrir mér hvernig þetta málverk var byggt upp og hvernig litadýrðin væri samsett og hvernig skuggar voru notaðir og svo framvegis. En hans uppáhald var 20. öldin og upphaf 20. aldar og þá aðalega París. Ég man greinilega eftir því þegar hann útskýrði fyrir mér allt eða bláa tímabilið í lífi Picasso, svona ef að giska á 1905, 6, 7, 8 og áfram eitthvað. Það var nú ekki mjög langt en það skilaði gríðarlega miklu myndum. Ég man eftir þegar hann kynnti með Rodin og Moore, hinn breska. Ég man eftir John Constable myndum og Turners myndum. Ég man eftir 60-sku kapellunni og svo má lengi telja. Og allt þetta útskýrði hann að mikil nákvæmni og var semst að undirbúa sig undir þá kennslu sem var veginn og metin af prófdómurum og að lokum undirbúa sig undir loka kennslustundina sem var hans eiginlega próf í myndlistarkennslu. Allt þetta var ævintýri líka. Það gerðist eiginlega ævintýri á öllum hæðum í Árvogi. Ég minnist þess með mikilli gleði þegar ég fór til London 17 ára eða Lundúna til 3 vikna dvalar, var það bara einn á róli, að þá sótti ég tónleika alveg eins og mér var rönt, þar á meðal í Royal Albert Hall en ekki síður myndlistasöfnin. Og það hef ég gert alla jarðir. Ég hef ekki síður farið að skoða myndlistasöfn út allan heim en farið á tónleika. Musée Orsay í París, þangað er þetta að koma aftur og aftur
og endalaust. Rodin-safnið í París er stórkostlegt og svo mætti lengi telja. Metropolitan Museum í New York er nú bara engu líkt. Eins Guggenheim safnið í New York of Modern Art. Og þetta næmi mitt á myndlist á ég Artúri Ólafssyni að þakka. Hann var síðar skólastjóri myndlistaskólans í Malmö, held ég megi segja, og starfaði þar alla tíð og hann dó allt of snemma, milli 50 og 60. Ég á ekki þessu fólki öllu lítið að þakka. Við gerum það hér og nú. Hér í þessu húsi lærði ég bókmenntir, tónlist, trúarbrögð, myndlist og margt fleira, garðyrkju til dæmis. Pappa og mamma voru með græna fingur og þegar þau áttu stund aðla á kvöldin þá var rokið út í garð og hann var nú hvorki meira en ég minna 900 fermetrar og enn. Og sprotarnir, trjásprotarnir sem þau sáðu og gróðursettu og blómin eru öll hér enn, en eru komin langleiðina til himins. Það sést þó í blátt þak Árvógs. Það kemur sér vel þegar einhver þarf að heimsækja mann. Þá segi ég, það er mikil skógur í kringum húsið en þakið er blátt ef þú sérð í það. Já, það gerist margt hér. Nú og já, nú fer að líða skólagöngu í Breiðagerðisskóla. Var það ekki 7 ára bekkur. Faðir minn fylgdi mér þangað og hitti skólastjórann að máli. Þeir voru vinir. Hét hann ekki Kristmundur og var hann ekki bróðir Steinars. Í öllu falli hafði hann þunga ásettu og ég var hálfpartinn hrædd við hann. Og inn á skrifstofu skólastjóra tóku þeir tal saman sem ég hlustaði á. Þá segir sér Emil, ég var nú að lesa Morgunblaðið hérna yfir kaffibolla daginn og þá heyri ég Gummi minn segir stundarhátt Morgunblaðið.
og ég spyr hann, af hverju segirðu Morgunblaðið? Stendur það ekki hérna framan á blaðinu, segi ég. Jú, reyndar, og kanntu að lesa? Það veit ég ekkert, ég bara veit ekki. Svo pabbi bað mig að lesa fyrstu fyrirsögn Morgunblaðsins og ég gat stauta mig í gegnum hana. Og hver kenndi þér að lesa? Ég veit það ekki hugmyndi það, sagði ég. Kenndi mamma þér að lesa? Nei, ekki ef ég kenndi þér að lesa, sagði pabbi. Og þessa sögu sagði hann skólastjórunum. Og skólastjórinn stendur þá upp og fer í einhvern bókaskáp og leggur litlu gulu hænuna fyrir mig. Og segi, Guðmundur minn, geturðu lesið þetta? Og ég byrja að stauta mig fram úr þessu. Litla gula hænan fann fræ. Það var hveiti fræ. Og svo framvegis. Nú, þú bara fluglas. Ha? Já, skiptir ekki máli. Ég seti í besta bekk. Og ég man ekkert hvað bekkur það var. En hann fór að skipta mig meira máli þegar ég var svona 11 eða 12 ára. Því að það eru lífstíðar vinir mínir eins og gerist í skólum almennt. Maður man vel eftir þessum árum sem svo mótandi, 11 og 12 ára og 13 ára. Svo fylgdumst við upp í Réttó, eins og sagt var, í Réttarholtsskólann, gagnfræðaskólann. Það önnur saga og kannski kemur hún seinna. Já, en það var fleiri gerast, eins og alltaf, á þessum 6 árum mínum. Mamma fór að ráðast í stærri lög og viðameiri og aríur og svo framvegis, og þá fór ég að heyra músík eftir Mozart, Schubert, Schumann og svo óperu tónskáldin Donizetti náttúrulega, Bellini og einstaka styttri aríur og Wagner. Og ég vil alveg upp í Ríka Strauss, en aldrei fór hún á þessum árum að syngja Nýja Vínaskólann. Það kom seinna. Og það, já, og ég vildi nú segja Grieg og Sibelius og öll þessi erlendu ljóðasöngsskáld. Og ég naut þess að hlusta á þau. Já, ég held að Ásgeir Beintinsson píanóleikari hafi verið komið þá til sögunar. Ásgeir var það sem kallað gay á Íslandi eða hinsegin og var barinn í klessu út af því alveg sundur og saman. En móðir mín sem ekkert mátti sjá ræddi við hann sín ástarmál
ástamál hans eins og það ekkert væri sjálfsagðara og þannig kynntist ég hinsegin fólki og þegar æfingun lauk á þessum erlendu ljóðasöngvum arjum þá var alltaf sest inn í stofu og drukki kaffi og ég satt með opið munnin að hlusta á þeirra samtal og ég man sérstaklega eftir einu. Það var alltaf að tala tónlistarlífið og söngkonur og söngvara og óperuflutning á Íslandi og allt svoleiðis. Mamma segir við Ásgeir, jæja, hefurðu hitt eitthvað sætan strák nýlega? Og þá segir Ásgeir, já. Hann satt við hliðina á mér í flugvél. Og þá þýðkaði móðir mín Ásgeir þennan unga mann, þennan fagra mann og það kom í ljós að úr þessu var heljarmikil ástarsaga sem endaði að vísu illa og það þótti mér leitt. Ég segi þetta vegna þess að ég var algjörlega fordómalaus gagnvart hinsegin fólki frá blautu barnsbeini og svo eru 2 vinkonur hérna sem bjuggu saman, það voru hjúkrunarkonur. Ég get alveg sagt hvað þeir hétu, önnur hét Rósa og hinn hét Guðlaug. Og það er komið hingað að því að hér gátu þær tala saman sín mál. Og móðir mín tók undir öll þeirra vandamál og reyndi að aðstoða eftir bestu getu. Og þeim þóttu óskaplega vænt það að eiga samastað þar sem þeir gætu rætt sín mál. Allt var þetta mjög höss hjá þeim. Þær bjuggu bara saman og það þótti ekkert athugunarvert í þá daga. Ég segi þetta allt vegna þess að síðan meir á ævinni þegar ég fór að stunda nám við tónlistarháskóla þá kemur í ljós að það var mikið af hinsegin fólki í tónlistinni. Ég kynntist nú ekki hinsegin konum en ég kynntist hinsegin strákum eða körlum skulum við segja og þá síður kennurum mínum sem voru hinsegin og ég nefni nú bara svona sem erkidæmi að Leonard Bernstein því hann var hinsegin, það veit ég af eigin raun. En ég kunni svo sem lagið á hann og aðra sem voru með svona tvískipta kynhneigð, skulum við segja. Því að Bernstein átti til dæmis yndislega konu og yndislega börn. En annað var ekki í boði í þá daga. Já. Nú þarf ég að hugsa að því ég ætla að ljúka þessum kafla frá fæðingu eða endurhólgun til skólagöngu. Já, nú man ég það. Hanna Guðjónsdóttir hélt áfram að kenna mér á píanó alveg frá því ég var 6 ára og
þá rindsleifi tímar á heimili hennar og þeirra hjóna. En svo var ég samhliða sendur í barnamúsiskólann. En ég var nú að segja alveg eins og með fullri virðingu fyrir góðum ásetningi kennarana þar, að þar leiddist mér í 2 heila vetur. Af því að það var alltaf verið að spila sömu 2 eða 3 tónana á blokkflautuna. En ég var þá fyrir löngu farin að spila lög hérna heima og lesa nótur og annað, og mér þótti þetta fremur svona einhæft, svo ekki sem meira sagt. En viti minn, þar var mjög gáfaður kennari og ég kann ekki að nefna nafn hennar. En hún bauð nokkrum nemendum sínum, þetta var nú þetta voru stóri bekkir, 20 krakkar í hverjum bekk í flaututímunum, bauð nokkrum krökkum, 3 krökkum úr skólanum, misgömlum, ég var yngstur, heim til sín, og ekki man ekki hvað gatan heitir, en hún fyrir neðan Hnitbjörg listasafn Hnitbjörg hans Einars. Og þar var hún, þessi kennari sem ég kann ekki að nefna, með blokkflautu sett. Þar var bassaflauta og altflauta og tenórflauta og sopranflauta. Og allir ég hef ekki í byrjun spilað sopranflautuna, ég reiknaði með því. En þarna var maður komin í hljómsveit. Þetta var ekki hluta náminu, þetta var bara gert svona utan extracurricular, eins og það myndi heita útlensku, svona aukatímar, og hún fékk ekkert greitt fyrir þá, og ég mun aldrei gleyma þessari konu. Seinna stofnaði ég blokkflautu og kvartett með nemendum mínum sem ég var að kenna í Hlíðaskóla þegar ég var 20, og það var alveg yndislega gaman. Ég mæli nú bara með þessu við tónmenntakennara landsins. Því að þetta var ensemble. En ég vildi að lokum geta þess að ég kynntist mjög mætum manni í Breiðagerðisskóla strax í 6-7 ára bekk og 8 ára bekk, sem hét Hannes Flossason, og þekkir nú syni hans enn þann dag í dag, og dóttur sem kennir Jóhannesi, syni mínum, að spila píanó í Breiðagerðisskóla, í Suzuki aðferðar, samkvæmt Suzuki aðferðarfræðinni. Og hann sýndi mér, ég man ekki hvernig ég komst til hans, svona í einhverja kynnisferð. Kannski hefur Hjörtur skólastjóri eða Kristmundur leitt mig þangað, því hann vissi að ég hafði, þegar ég kom hann í heimsókn áður að skólinn hófst með pappa, kannski leiddi mig þangað upp í sal Breiðagerðisskóla og hefur hitt á Hannes Flossason.
eða einhvern veginn kom það til að við töluðum saman músík, bara eins og við höfum aldrei gert annað en að spjalla saman músík. Og hann sýndi mér hljóðfærin. Og ég man alveg hvernig hljóðfæri þetta voru. Þetta voru hljóðfæri sem skólinn átti og var þá kennt og hann notaði við kennslu samkvæmt orf kennslukerfinu. Og þarna voru triangl, þríhorn, hljómaði bjart og fallega, svona eins og lítil bænabjalla. Þarna voru tréspil, orftréspil af öllum stærðum og gerðum og málmspil, svo málmgjöll og trésstafir svokallaðir. Klaves heitir það á útlenskum málum. Og ég gat bara ekki beðið eftir að komast í tíma til hans. Og þegar söngtímar hófust, þá söng ég manna mest og hæst, hugsa ég ímynda mér það, allavega mikill innlifun. Og svo þegar við fengum að leika hljóðfærin, þá bara fór ég að syngja eins og kanúki, svei mér þá. Mér fannst ég vera komin að okkur á fornaslóð. Og ég og Hannesi mikið að þakka og hef skrifað hann smá minningagrein inn á tölvusíðuna mína. Og þar með læt ég þessum hugsunum mínum æsku mína lokið í bili og snýr mig sennilega allt öðru efni. Það eruðu mikil þáttaskil í mínu lífi. Svona í kringum, eftir þessum 2 fyrstu vetrum lauk í Breiðagerðisskóla, það eruðu mikil þáttaskil. Gríðarleg þáttaskil. Og ég segi frá því, ég búinn að safna gröftum til þess, bara vonandi fljótlega. Já, Nonni minn. Já, Nonni minn. Já, Nonni minn. Nú kemur smá kódetta, svona smá hali. Þessu sónutuformi og svoleiðis, þótt sónutuform sé mikið til. Ef við svona kalla þetta bara pínulítið niðurlag sem ég langar til að bæta við af þessu tilefni. Einu sinni sem oftar ákveður faðir minn að taka mig með við einhverja ferð. Og nú var ferðinni, heitið í Landakot, kirkjunu í Landakoti. Hann átti eitthvað vandtala við, ég held að hafi verið organleikaran og
Hann þrammar upp stigana upp á kórloftið en ég eftir einn í kirkjunni í Landakoti. Og geng fram að grátunum. Stend þar. Þá gerðist eitthvað undursamlegt sem ég hef aldrei áttað mig á. Það kom yfir mig einhver furðuleg tilfinning. Sem sumum myndi að kalla hugljómun. Allavega friður, allavega dýrð, allavega tign og hátíðleiki. Svo ég settist niður og horfði á altarið og krossinn og beið föður míns í þessu fagra og mystíska musteri. Heyri ég nú eitthvað spila á kirkjuloftinu, þekki rödd föður míns og orgelleikarans, þeir voru eitthvað að ræða saman. Allt þetta var undursamlegt, eða mér þótti það. Þá kemur faðir minn niður alla stigana og segir: Gummi, hvar ertu? Ég á fyrsta bekk, segi ég. Og hann kemur og sest við hlið mér. Og þá segi ég þessi undursamlegu orð: Pabbi minn, ég hef ákveðið að þegar ég verð stór ætla ég að verða prestur. Það var ekkert rætt frekar. Svo gengum við bara út, eða kannski fórum við með bæn, ég man það ekki. Svo gengum við bara út úr kirkjunni, út úr kirkjuskipinu. Og þar með þessi saga búin. En hún hefur alltaf skipt mig miklu máli.